Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Mai finita. Non vorrei parlare. Fyrsta tattooið mitt var sko þannig að æskuvinn hans Gísla Pálma frá LA kom til Íslands að heimsækja hann. Þá var ég 16 og 17 og við vorum að hanga saman í bæ, ég og Gísli og einhverju gaurar og hann heitir Jason, þessi vinnur hans. Hann var eitthvað wildcard sko með eitthvað tattoo, samt gett ungur og daginn eftir bara fór ég, Jason sagði við mig að fáðu tattoo og ég var bara eitthvað plantaði þessari hugmynd bara í mér og ég pantaði hann bara tíma að fjölni og var bara mættur daginn eftir með tár alveg svo Jason á fingurnar, á báða fingurnar svona það var að vera svona crybaby tattoo. Já, ég er með Jesus Piece á bringunni. Ég er mjög hrifinn af svona trúartáknum. Langafi minn var prestur og safnaði íkonum og biblíum og átti eitt stærsta bara íkonasafn í Evrópu eða eitthvað. Hann var alltaf að sýna okkur barnabörnunum og barnabörnunum safnið sitt, íkonasafnið. Mjög snemma fór ég að sjá svona trúartákn og því ég var eldri og lærði að meta það, sá ég svona einhvern veginn listin í því og fegurðina. Ég held að það sé svona eina tattooið mitt sem hefur einhver svona þýðingu fyrir mig. Öll hin bara gerð út af einhverju kúnskilur, en Jesú písið á bringunni er partur af mér sko. Fá mér svona kóngulóvef, svona lítinn kóngulóvef á handarbaki, hliðin á panther á handarbakinu. Kóngulóvef svona lítill fyrir neðan þumalinn. Nei, bara eitthvað tattoo thing sko, það er bara nett sko. Ég er með kóngulói á olbónum og öxlunum. Finnst það bara fallegt sko. Það er að gera upp milli barnanna sinna sko, en ég held að mér þykir vænst Juvenile Bliss projektið í heild sinni og allar bara gömlu góðu myndnar sem ég tók þegar ég var yngri sko, á strákunum verið að mála eitthvað svona 101 vibes í gangi. Bara jaðarhópar höfðu heillað mig, allt frá einhverjum sprautufíklum yfir í ólöglegar tattústofur, graffiti og svo núna er ég að vinna í seríu larpara. Mér finnst það eiginlega að vera skemmtilega sko. Það er sjúklega áhugaverður hópur á fólki sko. Fara í búninga og eru með sverð og skildi og exi og svona. Svo eru þau bara í öskjuliðinni kannski að skilmast og eitthvað. Það er fullt af leikreglum og eitthvað, það er alveg mega flókið dæmi. Og ég er búinn að vera að mynda hluta þessum hópi heima í sínu náttúrulega í sínu umhverfi heima á sér. Þannig að myndin á að sýna svona 2 heima, raunheim og síðan þetta LARP outfit sem gefur innsýn inn í hugarheim. Já, ég sko við erum búin að klára núna 3 cover fyrir Tate Magnússon, tónlistamann, og það eru 2 cover fyrir Singula, hvað sem er. Og síðan er plata á leiðinu frá honum líka sem að heldur droppa bara næstu 10 dögum eða eitthvað. Og ég vann það með Ragnari Fjallri sem að gerði Oiba Rasta coverið fræga sem var tilnefnt sem 10 bestu coverum Íslandssögunar daginn. Þannig að mikil heiður að vinna með honum að því, enda lukkar það ógeðslega vel. Síðan gerði ég náttúrulega með Herra Hnetusmjör daginn, coverið fyrir hann. Og svo eru eitthvað Cook Up Byrnis projektið líka, svona allt bara í svona einhverju gerjun sko. Trying to rap like everybody else. The only way that I can spit and make my words really flow is if I'm honest.